hvað kostar að geta lifað með mannlegri reisn fyrir dagvinnulaun. Ekki að fá greidd laun eða sé ekki verið að greiða laun sem duga ekki fyrir framfærslu, að þá eigum við einfaldlega að finna okkur eitthvað annað að gera. Sumir hópar bera mikið úr bitum, skila litlu í samneysluna. En ég hef meiri trú á því að ef að kemur til þess og við þurfum að fara í átök, að þá munum við gera það kannski í einhvers konar skærum. Sósíalismi hugsjón, sósíalismi viðbragð við kapítalismanum, við óréttlæti kapítalismans. Sósíalismi kviknar raunverulega þegar kapítalismin verður til sem ansvar við óréttlæti samfélagsins. Af hverju getum við ekki sett fjármálakerfið í verkfall? Af hverju getum við ekki beitt áhrifum okkar inn í lífeyrissjóðakerfinu sem að beini þá tilmælum til okkar stjórnarmanna að skrúfa fyrir alla fjárfestingar? Svo líka trúi ég því að verkfall og að svona stór átök á vinnumarkaði í eðli sínu þurfi ekki að vera slæm. Þetta er einhvers konar stríð sem að verkalýðshreyfingin á í. Stéttastríð. Stéttastríð, má segja. Ég held að vinnuaflið búi svona í raunverulegasta raunveruleikanum. Fjármagnseigendur og efnahagslegir forréttindahópar, þeir búa bara í einhverjum hliðarveruleika. Þar sem að eitthvað sem heitir money heaven er til, þar sem að afskrifuðu skuldirnar hennar gufa upp. Ekkert af þessu er sá efnahagslegi veruleiki.